Já, við heilsum ykkur öllum í Drottins nafni og takk fyrir að setjast niður og fylgjast með okkur hér í kirkjunni. Líkt og á aðfangadag, þá getum við ekki komið saman hérna í Hafnarkirkju, en við vildum koma til ykkar. Og okkur fannst í kjörið að nýta tæknina og senda stundina í gegnum netið. Nú, í dag verður þetta helgistund. Og því eitthvað frábrugðið því sem hefur áður verið á gamlárskvöldi. En við fáum þó að heyra þessa helstu sálma sem sungnir eru á þessum degi, eins og nú árið er liðið, fögur er foldinn og þjóðsöngin okkar. En við María ætlum að vera saman með stundina líkt og á aðfangadag og við hvetjum ykkur líka til að taka þátt í stundinni með svörum og söng, þó þið sitjið heima. En við skulum hefja stundina og það gerum við með því að merkja okkur Kristi og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Og við byggjum: Guð, þú ert hinn sami frá eilífi til eilífðar. Þakka þér að við getum komið saman í þínu nafni, þó það sé ekki í þínu húsi. Því eins og við vitum, þar sem tveir koma saman í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Þó árið hafi farið öðruvísi en við bjuggumst við, þá þökkum við þér fyrir hver dag sem við höfum. Veit okkur að lifa svo og hrærast á nýju ári að við fáum haldi í hjörtum okkar hreinum og trúum og þóknast þér í sérhverju sem við tökumst á við. Fyrir Drottinn Jesú Krist. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá sagði Jesús þeim þessa dæmisögu: Maður nokkur átti fíkjutré gróðursett í víngarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við víngarðsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Því á það að vera engum til gagns. En hann svaraði honum: Herra, lát það standa enn þetta ár
þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri á og síðan, annars skaltu höggva það upp. Og þannig hljóðar heilaga Guðspjall og sælur eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Náð með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag runnin upp síðasti dagur ársins og við kveðjum árið 2020. Fyrir marga verður það léttir og gleði að segja skili við þetta erfiða ár. Enda eins og við vitum öll, það hefur verið mikið að ganga á síðustu 12 mánuði. Fyrir aðra brýst út söknuður eða jafnvel eftirsjá. En ef til vill horfa margir tilbaka á árið með þakklæti. Við höfum lært margt á árinu og við varðveindum það góða sem það færði okkur. Tilfinningar eru mismunandi þegar við segjum skili við þetta ár. Engin tilfinning er röng og allar eiga þær rétt á sér, sama hverjar þær eru. Það nú svo að við áramót finnum við blendnar tilfinningar bærast í brjóstum okkar. Það nú svo að þegar árið líður, þá förum við að gera upp það sem frá var horfið, því sem það bar með sér gleði og tárum. Árið hverfur inn í fortíðina og verður aldrei endurtekið neitt af því sem liðið er og engu verður breytt, ekkert betrumbætt sem liðið er, aðeins í núi og framtíð má gera betur. Áramót tími uppgjöra, upprumrjunar og íhugunar stöðu okkar sem einstaklingar og þá stöðu þjóðfélagsins, fyrirtækja, stofnana og svo framvegis. Árið fyrir marga hefur verið ansi hart, enda mörg fyrirtæki þurft að hætta starfsemi vegna ástandsins. Margir mist jafnvel vinnuna. Margar hafa breytingarnar verið. En leið og það skoðað hvað gerðist markvert á árinu sem að líða og hvernig til tókst, þá horft til komandi árs og reynt að spá og spekulera í því og hvernig það muni verða. Þetta gert öll áramót og þetta gerum við kannski hvert með okkar hætti. Fleiri ger upp árið og þá má nefna íþróttafélög sem velja sína íþróttamenn og veita þeim viðurkenningu fyrir góðan árangur og frammistöðu
í hinum ýmsu íþróttagreinum. Kannski ekki auðvelt val, því við eigum svo mikið af flottu og kraftmiklu íþróttafólki. Og það gerir valið ef til vill erfiðara núna í ár, þar sem að margir hafa ekki getað æft íþróttina sína af krafti. Þá er einnig árið gert upp til að mynda í leikhúsum og kvikmyndagerð, í tónlist og svona mætti, lengi halda áfram. Við erum að verðlauna og veita viðurkenningar fyrir margt sem staðið hefur upp úr ár hvert, en hvernig verður þetta samt á næsta ári? Það verður tíminn að leiða í ljós. Það verður ef til vill með öðruvísi sniði, en listafólk eins og margir hafa reynt að gera það besta í stöðunni og það hefur fundið sér nýjar leiðir til að skemmta og gleðja fólk. Áramótin endurspegla tíðarandann. Þau endurspegla viðhorf, árangur, líðan og tilfinningar. Og við höfum mörg hlustað á fréttayfirlit ársins og margs konar annála séð og heyrt hvað valdhafar og stjórnendur þjóða og fyrirtækja hafa verið fást við síðustu mánuði, hvernig hagstjórnin hefur þróast, hvernig umhverfismálin standa, hvernig stríð heimsins gengur. Við erum minnt á ljós og skugga heimsins og okkar eigin samfélags og svo framvegis. Allt er þetta vegið og metið, bæði í gríni og líka í alvöru. Þó að áramótin í ár verði með ólíku sniði, þá er það oft svo að margir ákveða oft áramót að taka sér tak með einhverjum hætti. Leggja af ósiði og taka upp aðra hollariðju. Áramótin eru tími markmiða, málamiðluna og lausna, kannski stundum skyndilausna, en árangur er misjafn, enda eru markmiðin oft misraunhæf og aðgerðir misvel undirbúnar. Líf okkar stjórnast auk þess oft meira af tilfinningum, innri löngunum og ótta, fremur en rökréttum ákvörðunum sem kunna snerta lítið okkar innstu veru. Þegar við lítum tilbaka og förum yfir árið, þá er samanburðurinn sjaldnast okkur eins hliðhollur og við myndum vilja. Það er alltaf eitthvað sem betur mátti fara. Mistök voru gerð og erfiðleikar gerði vart við sig. Samskiptin voru önnur en við ætluðum. Væntingarnar stóðust ekki fyllilega. Á nýju ári á að gera betur. Eða það vilja margir að minnsta kosti. Markmið eru góð ef þau nást, en við bregðumst og stöndum ekki undir þeim væntingum sem við og aðrir til okkar gera, þá verða vonbrigðin oft enn meiri. Og stundum gerum við líka of mikla kröfur til okkar og ætlum okkur of mikið. Það er ekki alltaf gott. Það er betra að fara sér hægt, reyna alltaf að gera eins og vel og maður getur og vera ekki sífellt að draga sig niður á mistökum sínum. Mistök eru til að læra af og það eflir mann og styrkir í hverju sem að tekur sér fyrir hendur á lífsleiðinni. Áramótin geta vakið okkur til umhugsunar ýmislegt og tímamót gera okkur jafnvel næmari á kostum okkar og göllum og það er jú ágætt. Þetta er nú samt bara einn dagur. Skulum leyfa honum að líða og tökum svo á móti næsta degi og sjáum svo til. Það er gott að segja við sig á hverjum degi
Í dag ætla ég að gera það besta sem ég get, hvorki meira né minna. Framundan er ólifaður tími spurnar og opnunar. Ekki vitum við hvað þessi tími verður. Kannski verður öllu snúið á hvolf og allt verður breytt í ástlok. Kannski nærðu öllum þínum markmiðum sem þú hefur sett þér og allar þínar vonir rætast. Má vera að þú megnir að framkvæma það sem þú þráir. Nú ætla ég ekki að spyrja þig hvernig þið hefur vegnað á þessu ári og hvernig þitt uppgjör lítur út. Því að það er bara einn sem getur gert líf þitt upp. Og það er ekki þú sjálfur nema að litlu leyti. Hvað ætlað þú að gera við nýtt ár? Hjálpum hvert öðru til góðra verka, styðjum hvert annað. Reynum að gera þetta saman. Megi nýja árið færa þér frið og gleði. Og íhugið þessar spurningar þegar þið fagnið nýja árinu og kveðið hið gamla. Tökum á móti árinu 2021 með óþekkta gleði og ókunn tár, en þó af örlitlum spenningi. Góður Guð, blessi liðið ár, liðna sögu og leið okkur inn í tímaslóð nýs árs. Friður Guðs og blessun sem æðrir öllum skilningi, varðveitu hjörtu yðar og hugsanir í Kristi Jesú. Gleðilegt ár í Jesú nafni. Amen.
Biðjum saman í Drottins nafni og svörum hverri bæn með bænasvarinu Drottin heyr vora bæn. En við biðjum: Eilífi almáttugi Guð og Faðir, þú sem leiðir þennan dag til lykta og hylur hinn ókomna af náð þinni, gefðu okkur aðeins eitt andartak í senn. Þökkum þér fyrir árið sem senn er liðið, fyrir gleði þess og sorgir, allt sem það gaf og tók, og við biðjum þig að blessa þau sem líða, eru sjúk og aðþrengd á þessari hátíð. Við nefnum nöfn þeirra í hljóði í huga okkar. Umvef þau, algóði Guð, biðjum þig einnig að vitja fjölskyldna okkar, vitja okkar sem hlýðum á þessa stundi í öruggu umhverfi heimilis okkar, en leið vertu með þeim sem þurfa að lifa við óöryggi og óréttlæti. Og við biðjum þig að rétta hlut þeirra. Þínar hendur felum við árið liðna og í trausti til handleiðslu þinnar höldum við inn dyr hins nýja. Vísað okkur vegu þína, Drottin, og leið okkur gegnum skammdegi lífsins að við náum því marki sem þú hefur sett okkar jarðlífssögu. Að blessaðu nýja ári sem nú gengur í garð, hjálpaðu okkur til að þóknast þér í öllum verkum. Fyrir Jesú Krist, Drottin vor, og Drottin heyr vora bæn. Og allar bænir voru að felu þeirri bæn sem Drottin hefur kennt oss, og skulum fara öll saman með Faðir vorið. Segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, til frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Meðtakið blessunar orðin ég segi: Guð geymi þig og varveitið þig á sálu og lífi, nótt og dag og alla tíma, í Jesú nafni. Amen. Við Stígur viljum þakka fyrir þessa stund sem við höfum átt hér saman á skjánum þennan síðasta dag ársins. Og við sjáumst svo á nýja árinu hér í kirkjunni. Og mér langar nú að segja á þessum degi: gangið hægt gleðinnar dyr.
Viljum sérstaklega þakka samkórnum og Jörg fyrir þeirra söng og undirspil og megi góður Guð gefa þér og þínum nýjar vonir og nýja náð hvern nýjan dag og gleðilegt nýtt ár og þakklæti fyrir það gamla. Farið í friði Drottins, Guði sé eilíf þakkargjörð. Amen.